áfram með föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að forvitnast hjúkrunarfræðina í Háskólanum á Akureyri og til mín komin deildarstjóri eða deildarformaður. Deildarformaður hjúkrunardeildar Háskólans á Akureyri. Velkomin Gísli Kort Kristófersson. Já, takk fyrir það. Hvernig staðan? Það sóttu ótrúlega margir núna. Þetta met þáttaka eða svona umsóknir. Jú, einmitt. Þetta eru tæplega 170 mann sem hefja nám hjá okkur og í haust og keppa þá 55 sæti. Skýrist það jól eða næsta vor? Já, þá þreytaðu þessi samkeppnispróf hjá okkur. Þessi numerus clausus próf og þannig að þeir sem taka prófin, þeim bara raðað í röð eftir hvernig þeir standa sig í prófunum í rauninni og þessir efstu 55 að þeir komast í gegn í haust. Það skýrist í desember. Það skýrist í desember. Hinir verða bara að koma og reyna aftur á ári? Já, hinir verða bara að reyna aftur á ári, já, ef þeir hafa ennþá áhuga að koma í Háskólann á Akureyri í hjúkrunarfræði, já. Hérna í þessu námi, að því Háskólinn á Akureyri hefur svona sérstöðu með fjarkennslu, þetta svipað eða fólk mætt bara á hverjum degi í hjúkrunarfræðina? Eða hvernig hjúkrunarfræðin skipulögð? Sko, hjúkrunarfræðin náttúrulega skipulögð í þessu bara sveigjanlega módeli sem HA að reyna að fylgja sérstaklega í grunnnáminu. Sem þýðir það að fólk getur dálítið valið hvernig það tileinkar sér ákveðna parta í náminu, sérstaklega fyrirlestrana og sum verkefni. Síðan eru lotur, haldnar með regluðu tímabili, með millibili, sem þýðir það að nemendur þá koma og spreyta sig í hópverkefnum og að gera verklegar æfingar og fá þessa þjálfun sem þarf töluvert mikið af í hjúkrunarfræðinni. Og síðan náttúrulega mjög stór hluti af hjúkrunarfræðinni klínískt nám og klínískt nám náttúrulega getur átt sér stað hvað sem á landinu þar sem að viðeigandi sjúkrastofnun Þannig að nemarnir ykkar ekkert endilega allir staðsettir á Akureyri, sumir að koma bara í loturnar. Já, og það alltaf, þetta alltaf aukast. Já, hlutfall fjarnámi alltaf að aukast og aukast. Fólk kann mjög vel við þennan sveigjanleika sem fylgir því að sérstaklega geta tekið ákveðna hluta á náminu eða geta tileinkað sér ákveðna svona parta náminu þegar þeim hentar. En gátu þið tekið á móti öllum þeim sem vildu spreyta sig eða eruð einhverjir frá að hverfa? Nei, það eru bara ákveðin inntökuskilyrði og svo sem háskólinn hefur verið að vanda sig mjög vel, náttúrulega fekk mjög mikið af umsóknum og það hefur verið vandað sig mjög vel í öllum inntökuferlinu, þannig að það eru náttúrulega alltaf einhver hópur sem heldist úr lestinni bara í því. Strax þar að því umsóknum bara dugar ekki til. Einmitt, sko. En síðan þetta hópurinn, það bara að fá allir sem standast þessari inntöku, þessi inntöku skilur okkar, þeir hefja þetta nám hjá okkur. Og veistu hversu margir að hefja svipað nám fyrir sunnan? Vitum við fjöldan þar? Nei, ég bara hef ekki tölurnar frá þeim, hvað eru margir þar að hefja nám. En þau eru náttúrulega með öðruvísi kerfi, það eru 2 hjúkrunarfræði deildir á landinu. Það annars vegar Háskóli Íslands og síðan Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands náttúrulega með mun stærra prógram, getur byrjað með 120 og við byrjum með 55. Háskóli Íslands með svokölluð inntökupróf eða A-próf sem svona önnur leið til að gera þetta, þannig að þá þreyta nemendur inntökupróf og hefja sér nám í kjölfarið á því á meðan við erum með þessi samkeppnispróf. Akkúrat. Nú vantar hjúkrunarfræðinga og sérðu hvernig getum við brugðist við því? Eigum við að reyna að koma fleirum að í náminu? Þurfum við að stækka þennan hóp og bara þá ekki fjármagn væntanlega? Já, það náttúrulega það sem við náttúrulega höfum sagt við ráðuneytið og höfum verið í viðræðum við það það bara að við erum að kenna eins stórum hópa af fólki eins og við ráðum við með núverandi mannafla. Þannig að og það eru umræður í gangi núna sem kannski snúast það að það komi þá aðeins meira fjármagn inn í hjúkrunarfræðina þannig að við getum bætt við okkur fólki af því að við bara einfaldlega ráðum ekki við að bæta okkur fleiri nemendum eins og staðan í dag. Síðan eru önnur takmörk, það líka bara klínískt nám af því að klínískt nám það flókið og það þarf að koma nemanum að í þessu verknámi og þá getur verið dálítið svona flókið að púsla því saman líka, það alveg Excel-skjal döðan sem notað þar og kannski sérstaklega hjá okkur þar sem við erum með nemendur dreifið út allt land Þannig að það annar svona takmarkandi þáttur sem samt hægt að vinna með ákveðin hátt
Hvað heldur að þið gætu ráðið við svona einmitt út frá þessu öllu? Ef þið fengið nú bara eins mikið pening og þið vildi, hvað myndi vera ídeal stærð fyrir ykkur að taka á móti? Ég veit það ekki. Við erum bara í þessari, við erum í þessu ferli núna kannski bara að meta í fyrsta lagi hvað þessar samstarfsstofnanir okkar myndu ráða við að taka við fleiri nemum og eins og ég segi það mikið álag á þeim sérstaklega ákveðnum tímum og síðan náttúrulega þetta líka bara takmarkandi hluti hversu mikið af fólki við getum bætt við okkur og annað slíkt sko. Svo það kannski bara byggja við háskólann? Ef hann sprunginn líka? Já, það spurninga náttúrulega þetta fjarnám eða þetta sveigjanlega nám okkar að það veldur því að það kannski húsnæðisþörfin aðeins öðru vísi og miklu svona lotubundnari. Þannig að það bara svona spurning hvernig þetta spilast. Já. Þetta eru svona, einmitt, við kannski stöndum á einhverjum krossgötum hvað þetta varðar, en hvenær hefja svo nemarnir störf? Það núna bara í lok ágúst sem þau koma öll, fellega spennandi. Og þú ætlar að kenna þeim? Já, meðal annars, það eru bara ákveðnir kúrsar sem þau þreyta og hafa gert núna í nokkur ári sem hluta af þessu samkeppnisprófum. Og það náttúrulega það jákvæða í þessu að það greinilega alveg fullt af rosalega flottu fólki sem til í að koma og stunda hjúkrunarfræði. Það mjög jákvætt. Það mjög jákvætt og svo vonar maður bara að það haldi svo áfram eftir námið í hjúkrunarfræðinni. Já, og það kannski með örstuttri viðkomu í flugfreyjunni eða eitthvað. Já, við vonum náttúrulega ekki. Þetta aðeins kannski að fara út í það eitthvað sérstaklega, þá náttúrulega þetta mjög vandað, fjölbreytt og djúpt nám og við teljum það allavega á bæði náttúrulega á Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri og við náttúrulega viljum að við séum að útskrifa fólk í alls konar störf. En það ekki hægt að neita því að samfélag hefur ákveðnar þarfir og við þurfum náttúrulega að reyna að ráða bóta því af hverju hjúkrunarfræðingar vilja ekki vinna á ákveðnu vinnustöðum. Við þurfum að borga þeim betur. Já, það eitt af því. Jú, það vinnufyrirkomulag að þessi tekið tillit til vaktaálags á einhvern hátt, launin að sjálfsögðu. Það greinilegt að... Þetta löng og önnur umræða kannski eftir að nú tíminn hleypur frá okkur því miður, en ertu spenntur að taka á móti nýnum? Ég var rosa spenntur með þetta, flotti krakkar. Takk kærlega fyrir komuna og við vonum bara að hjúkrunarfræðin og Akureyri haldi áfram að blómstra. Já, takk fyrir.